kynnumst fyrsta Bandaríkjamanninum sem viðurkennir að hafa verið fyrrverandi Íslendingur. Þá förum við austur. Það eru sem betur fer ennþá til kynlegi kvisti í þessu landi sem krydda annars gráan hversdagsleikann. Eitt þessara manna er frægur fyrir austan, búsettur á Eskifirði og þandi nikkuna sína til margar ára á austfirskum sveitaböllum. Hann semur gjarnan lög á þetta hljóðfæri sitt úti á grásleppumiðum og fiskar vel bæði þann gráa og góð lög. Í einstakri veðurblíðu út í mynni Eskifjarðar, þar sem Reyðarfjörðurinn tekur við og yfir gnæfa nokkur fegustu fjöll Austfjarða, fengum við að kynnast karlinum í hörkustuði. Hann er múrari að atvinnu, kominn fast að 70. Lengst af hefur hann unnið og yfir 12 klukkustundir á dag við múrverk, en hann segist ekki vinna fullan vinnudag lengur, aðeins 8 klukkustundir á dag og þætti mörgum alveg nóg. En þar með fer Þorvaldur Friðriksson ekki bara heim í háttinn. Þorvaldur, öðru nafni Valdi á Sigurðarhúsinu, vippar sér borð í Friðborgu, sem reynst hefur honum vel í 12 ár og vitir grásleppunetin sín úti á Reyðarfirði. Svona dagana fer hann jafnvel út fyrir vinnu og lítur eftir netunum. Þórarinn Hávarsson fékk að fljóta með í einum þessara túra og drógu fyrir inn 2 net, þar sem samtals 15 rauðmar og 10 rauðsprettur höfðu endað ævi sína. Fleiri í sömu erindagjörðum á Þorvaldur á þessum fallega vordeginn þótt aflinn væri fremur lítill í þessum túr. En það má ýmislegt annað gera til að stytta sér stundir á firðinum en að draga net. Austfirðingar þekkja Valda á Sigurðarhúsinu líklegast betur fyrir annað en grásleppuveðar, nánar tiltekið fyrir lagasmíð, söng og hljóðfæraleik. Okkur birtist fögur mín, hann vel að Guði gjörður, geymdur undir hólmatind. Eskifjarðar loga ljósin, leggur hinn á vora braut. Hér lokmi litla ásinn, löngum þess ég glaður naut. Uppljómaður Eskifjörður, okkur birtist fögur mín, hann vel að Guði gjörður, geymdur undir hólmatind. Eskifjarðar loga ljósin, leggur hinn á vora braut. Hér lokmi litla ásinn, löngum þess ég glaður naut. Nú varst þú múrarameistari að atvinnu. Hvernig gekk að sameina það og rónaða við þar? Já, það gekk nú svona upp og niður að sameina. Ég var að múra á daginn og svo þetta 10 og 12 tíma á dag og síðan fór ég að vekja netinu og fór þetta á kvöldinu og síðan eldnema á morgnana áður ég fór í vinnuna. Og þetta hefur gengið svona fram að þessu. Nú var maður orðinn handspurt í liðinu við þetta. Starfar þú fullan vinnudag ennþá? Nei, ég gerði það nú ekki. Ekki, 8 tíma vinn ég nú og það þykir nú svo smá að geta hafa það. Og svo er ég með þetta að auki. Ánægjan er svo mikil að ég reyni hvað ég get og með ég endist bara. Selur þessa afurð? Já, ég hef lagt þetta upp í frystihúsið og síðan selt þetta í búið þetta hérna. Og gefið Pétur og Páli, þeir sem bara hafa viljað borða.
Þú varst liðtækur á sveitaballunum hérna áður. Saknar þess ekki? Jú, ég sakna þess og það nú svona loður með það við mann að fara og spila ballum. Valdinn ykkari og